Ég nú bara byrja að þakka innilega fyrir þetta tækifæri að vera með ykkur í dag og taka þátt í þessari gríðarlega mikilvægu vinnu, mjög hvetjandi og allan hátt og auðvitað búið að vera alveg frábærlega góð erindi hérna og ég búinn að bakka mikið upp á því sem ég ætla að segja. En ég byrja svona á stóru myndinni að eins og fram hefur komið að líffræðileg fjölbreytni var stórlega röskuð allan heim vegna áhrifa mannsins og þó að mjög margt hafi tekist, til dæmis í áætlunum Sameinuðu þjóðanna, þá mjög margt sem ekki hefur tekist en við verðum auðvitað að hugsa til þeirra góðu hlutar sem hafa tekist. En til að undirstrika það sem líka hefur komið fram þá jú áríðandi að við öðlumst betri og heildstæðri skilning á því hvað líffræðileg fjölbreytni Ég þarf ekki að undirstrika það frekar, þetta hefur komið mjög vel fram í nánast öllum erindum hérna og auðvitað hefur þetta grundvallar áhrif á það hvernig við miðlum og beitum þessari þekkingu. En þetta flókið hugtak. Og vandamálið liggur ef til því sem með ekki síst Sæunn lagði hér áherslu á að við erum með svolítið sérstaka afstöðu til náttúrunnar. Við teljum okkur yfir hana hafna að stjórna henni og frekar en að aðlaga okkur að henni og mynda gott samband við hana. Og þetta athyglisvert og þetta undirstrikað í þessari stóru skýrslu Sameinuðu þjóðanna, Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna sem kom út í febrúar síðastliðnum og kannski undirstrikast enn frekar af þessari beinu tilvitnun í Guterres í formála þessari skýrslu. By transforming how we view nature, we can recognize its true value. Og það þarna sem ég langar að staldra við og benda í raun á að líffræðileg fjölbreytni, hún felur í sér aðganginn að því hver þessi gildi sem Guterres að tala þarna Og þá ekki síst þessari kviku og dýnamísku eðli hugtaksins og hvernig það tengist vistkerfum, þróun fjölbreytni innan tegunda og svo framvegis. En okkur hættir til að hugsa þetta á mun statískari hátt, eins og Inga Svala nefndi hérna áðan og Kristín til dæmis í sambandi við að við teljum bara tegundir. Og þetta einkenni því miður opinberar og alþjóðlegar áætlanir síðustu áratuga. Og það mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að því þarf að breyta. Og þess vegna tek ég hérna svona punktin sem kannski bæði Snorri og Steinunn lögðu áherslu á sérstöðu Íslands og ég ætla ekki að fara mörgum orðum það hér, ég bara eftir þetta glæru hérna uppi, að það mikið tækifæri í því að rannsaka sérstaklega uppruna, þróun og viðhald líffræðilegrar fjölbreytni á stað eins og Íslandi. Vegna þessara sérstöku aðstæðna sem hér svona eiga áhrif sérstaklega sem hér undirstrikuð, með þessi gríðarlega fjölbreyttu búsvæði vegna eldvirkni og landreks og slíks. Þannig að ég kannski kemur þann punktinn hérna sem örlítið nýr kannski að hér mjög verðmæt ný þekking sem við höfum til að miðla til alþjóðasamfélagsins. Og Ísland svona svolítið módel að þessu leyti. Þannig að þetta hlýtur að vera hvatning til stór aukinna rannsókna og þekkingaröflunar á þessu sviði. Og leið gefa okkur aðgang að þessum gildum sem Guterres jú að draga athygli okkar þarna af ef við lítum á okkur sem hluta af náttúrunni. Og þetta svona eðlilega kynding þá kannski upp í svona frekar þá jarðbundna glæru hér með yfirlýsingum með miðlun þekkingar sem megin efnið sem ég ætla að koma hér inn á í dag. Og auðvitað byggi aftur hér á góðum erindum áðurum sem hafa komið inn á þessi mál. En það þarf að skýra hugtakið sem sagt mun betur og gera það aðgengilegt í fræðslu og stefnumótun og áætlanagerð, ekki síst þeirri stefnumótun sem hér á ferðinni sem við erum að tala í dag. Og þá langar mig bara að undirstrika fyrst að við að vinna með hugtakið líffræðilega fjölbreytni bæði almennt, til dæmis með tilliti til þess að fjölbreytni tegunda, fjölbreytni innan tegunda og fjölbreytni vistkerfa jú grundvöllur allrar tækifæri. Án breytileika engin tækifæri, engin valkostir. Þannig að þetta grundvallar atriði bara við tilveruna, fyrir lífið sjálft og öll vistkerfi. En notkunin á hugtakinu eins og aðstöðubundin, hún tengd þeim aðstæðum sem hverju sinni í allar áttir. Eins og Steinunn nefndi til dæmis í sambandi við hafið. Það mismunandi búsvæði. Regnskógar, eyðimerkur krefjast ólíkrar athygli og ólíkir hópar fólks krefjast ólíkrar athygli. Börn, fullorðnir, miðaldra, stjórnmálamenn og aðrir. Þið sjáu hvað þetta flókið og það sem okkur líka kannski aðeins yfirsést að viðurkenna að það aðstöðubundið hugtakið og við þurfum að vinna með það. Þannig að það mikil áskorun til fræðimanna að takast á við þetta. Ekki vera að leita bara einhverju einni skilgreiningu sem virkar fyrir alla. Heldur nota hugtakið á dýnamískan og kerfisbundinn hátt. Og þá náttúrulega
kemur það kannski þarna að öðrum punktinum að það kallar auðvitað á að meta hver staða þekkingar í hverju tilfelli, hvernig á að fara að þessu og þróa hreinlega aðferðir til þess að miðla og hefja samtal og þróa tenginguna. Og þá ekki síst fræðasamfélagið sem við stöndum frammi fyrir sem þarf að ræða mun meira hvernig það sér þessa hluti. Og síðan ef við getum tekið söfnin, þar margmiðlun og þáttaka fólks auðvitað bara bein, svona citizen science ef ég má sletta og slíkt, gagnvart skólum, gagnvart fyrirtækjum, við munum heyra erindum það hérna rétt og eftir, stofnunum eins og heilbrigðisstofnunum sem við heyrðum hér gott erindum áðan, hverskins samtökum meðal annars sem náttúruvernd og síðast en ekki síst opinberum stefnuraðilum. Og hvert ætti að vera aðalmarkmiðið þessu? Stuðla að fagmennsku, góðu flæði upplýsinga og skilningsmilli hópa. Og ég nú búinn að koma inn á aðferðirnar og sem auðvitað margvíslegar, en ég vil leggja sérstaklega áherslu á til dæmis hvernig kortagerð nýtt, við sáum svolítið dæmum það hérna áðan fyrir erindum, en þetta til dæmis grunnur að verðmætamati fyrir stefnumótun eins og til dæmis sem við þekkjum úr rammaáætlunum virkjanaframkvæmdir. Þannig að það áríðandi að stórauka þetta samtal líffræðilega fjölbreytni og kynna sérstöðu Íslands sem kennslubóka dæmi fyrir alþjóðasamfélagið. Og það var akkúrat þetta sem hvatti okkur, og Steinar kom inn á þetta hérna áðan, núna 140, ef ekki 50 manns búin að skrá sig í Biodice, sem ég að auglýsa og kynna hér, sem samstarfsvettvangur líffræðilega fjölbreytni, en þetta hvatningin kom einmitt með þetta sérstöðu Íslands og hvað tækifæri við hefðum til að miðla til alþjóðasamfélagsins, auðvitað líka hérna inn á við. Þannig að grunnmarkmiðið þessa félags eða þessa samstarfsvettvangs að sameina krafta einstaklinga á stofnana. Og það akkúrat þetta sameiningarafl sem við þurfum að sjá gerast núna. Og það það sem við erum að bralla í Biodice. Og þannig að ég augljóslega auglýsa þetta, hvet ykkur til að skoða þessa síðu. Þessi síða meðal annars með svona yfirlýsingu eða manifesto sem meira að segja 9 blaðsíður sem dregur saman alls konar hlutum sérstöðu Íslands og þau helstu markmið varðandi miðlun og rannsóknir og innviði sem að Biodice ætlar að taka fyrir. Og það svona dregið saman í þessu módeli sem þarna og auðvitað vísar til þess sem ég búinn að vera að segja hér áður í þessu ávarpi og það sem við komum fram hérna fyrr á þessu þingi. Þannig að ég náttúrulega get ekki annað en fyrir hönd þeirra sem að taka þátt í þessu verkefni sagt að þetta frábær dagur og frábær málþing til að hvetja okkur til verka innan þessa hóps. Og ég vil ekki síst nefna í lokin varðandi þetta hversu stofnanirnar hafa tekið vel í þetta. Það erum búin að fara hringinn, kynna þetta á stofnunum, skólum, rannsóknarstofnunum, fyrirtækjum og samtökum, fáum allstaðar frábærar móttökur. Þannig að þekking og miðla þekking og auðvitað dregur athyglingar að því að þekking auðvitað grunnur alls siðferðis, grunnur allar hegðunar. Þannig að við verðum að hafa þekkingu til að geta unnið eðlilega í umhverfinu. Þannig að þetta tengingin og milli þekkingarinnar, siðferðisins og þeirrar menningar sem við teljum okkur vilja hafa í náttúrunni, takk eftir því hvað ég sagði, í náttúrunni, við erum ekki aðskilin henni, hún grundvallaratriði. Og með þeim orðum ætla ég bara að þakka kærlega fyrir og hlakka til pallborðsins og eftir.